Komiði sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og hjá mér góðu gestur sem ætlar að segja okkur aðeins frá systkinaofbeldi. En Þórdís Bjarnleifsdóttir, hún var að gera meistaraverkefni í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og hún hingað komin til þess að ræða verkefnið og hvað það fjallar. Velkomin Þórdís. Takk kærlega fyrir. Geturðu kannski sagt okkur aðeins frá, af því að þetta náttúrulega svona vist fyrirbæri sem að þú ert að fjalla Já. Og sem að kannski ekki allir gera sér grein fyrir að eins mikið vandamál og það kannski Já. En svona, ég þurfti að gera rannsókn. Já, einmitt og þetta framhald náttúrulega að þú komst og talaðir BA-reitgerðina sem þú gerði fyrir nokkrum árum. Já, einmitt. Og þá bara svona eiginlega kom ekki annað til greina en að halda áfram einmitt. Með það og þá fóru svona alls konar pælingar hvernig ég ætti að nálgast það. Og þar sem þetta svona frekar nýja rannsóknir á Íslandi, þetta fyrsta eiginlega rannsóknin sem hefur verið gerð á Íslandi. Okay. Þetta fyrirbæri. Já. Það fannst mér bara kannski vera skynsamlegt að byrja á fagfólki sem að starfa með börnum. Já. Svona til þess að kanna bara, þú veist, hvernig fagfólki skilur fyrirbæri, hvernig það bregst við og hvað áskorun til staðar í kerfinu. Og já. En svo bara ég náttúrulega búin að lesa mjög mikið af rannsóknum þetta sem hefur verið gert út í heimi. Já. Þannig að ég svona, ég vissi alveg þannig laga hver ég var að ganga að. Já. Þú veist, það var svona mikið í niðurstöðunum sem kom mér rosalega mikið óvart að þeir bara samræmdust við það sem að gerast út í heimi. Já. Hvert varstu helst að horfa? Hvaðan voru þær rannsóknir sem að þú svona... Þetta hefur verið svona Svíþjóð, Bandaríkin, Bretland, Ástralía. Já, þannig að bara... Svona, já. En svona mestu rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjunum. Já. Og það svona, kemur inn allstaðar að það svona kerfislegu vandi. Þetta ekki orðið svona, kannski... Þú veist, það engin viðmið til. Hvenær þetta hætt að vera systkinátök eða eru systkinátök í stað bara venjuleg, bara venjuleg átök á milli systkina sem eru bara þroskandi og uppbyggjandi, skilurðu, og þetta verður ofbeldi. Þú veist, og það sem að kannski viðmælendur mínir voru oftast að spyrja. Þú veist, hvenar þetta orðið ofbeldi? Akkurat. Þú veist, þannig að það svona, þetta mjög svona óskýrt. Já, og getur þú sagt okkur hvar þessi lína liggur? Hvenar þetta svona eðlilegur, hvað eins og systkinarígur eða hvað það kallað og hvenar þetta orðið að ofbeldi? Það svona, nýjustu rannsóknir, þá svona verið að tala 4 stig. Og í þessum stigum svona að tala við viðbrögð á hverju stigi. Og alvarlegasta stigi bara þá þetta svona ítrekkað ofbeldi. Já. Sem þá svona viðvarandi og kannski daglegt. Viðvarandi og þannig svona kannski valda ójafnvægi sem og það þarf bara að bregðast tafarlaust við því. Veita fjölskyldunni stuðning. Já. Að þetta fjölskylduofbeldi. Já. Og svo svona næsta stig fyrir neðan þá eru svona merkjum ofbeldi en þetta kannski ekki viðverandi. Þar líka bara veita fjölskyldunni stuðning, fræðslu, aðhald og svona, svo eru svona 2 sem eru svona vægari stig. En alltaf kemur þetta það þarf líka alltaf að varast, það fara ekki á næsta stig fyrir ofan. Einmitt, og kannski grípa inn í tímanlega. Já, einmitt. Hvað erum við að tala gömul börn? Þetta náttúrulega væntanlega að því að maður sér fyrir sér að kannski þetta getur verið eitthvað sem getur verið viðvarandi frá barnæsku og svo haldið áfram kannski upp eftir hvað
Það er svo mikið talað um neitt þannilega aldur. Nei. En það er bara talað um börn og þá ung börn sem þetta byrjar, svo bara viðhelst þetta upp. Já, kannski. Upp fram á fullorðinsár. Já. Og þá er bara oft þarf þetta barn eða fullorðna barn að stíga bara út úr fjölskyldunni sinni. Já. Gera svona bara fjarlæða á milli. Já, einmitt. Af því þetta er þá er þetta orðið lærð hegðun innan fjölskyldunar. Þetta er svona, þú mátt sparka í þennan. Já. Þú veist, og svo bara smittar þetta út frá sér inn í fjölskyldunar. Já. Þetta er vist á milli kynslóða. Já. Og líka bara það sem að gerist þegar þú ert í þessari aðstöðu að jafnvel þú að því við viðurkennum þetta ekki opinberlega sem ofbeldi, við tölum ekki þetta sem ofbeldi, heldur bara systkina ást og bara systkini rífast og allt það, að það fær viðkomandi aldrei viðurkenningu á reynslunni sinni sem að, og það áttar þessi kannski ekki endilega á því að það er bara verið að beita með ofbeldi. Já. Það er ekki bara ég sem er svona ómöguleg og ger allt vitlaust og ég kann ekki og engi getur elska mig að því ég er svona á hins einn, heldur bara tekur þetta með sér út í lífið og er bara líklegri til að fara í ofbeldissambönd, draga ofbeldi með sér. Bara þessi börn eru líklegri til að vera einelti fyrir skóla. Þetta hefur þessir einstaklingar eru miklu líklegri til að glíma við geðrænar áskonanir. Já. Líkamleg veikindi. Bara hjart- og æðasjúkdóma og bara áfallastreituraskanir. Þú veist, bara afleiðingarnar eru bara mjög alvarlegar. Já. Ég verð svona smá forvitin með að því að þú talar einmitt svona fjölskyldu dýnamík einhverja þar sem að einn er hafður út undan. Já. Er þetta þá, já, maður spyr sér líka hvar eru foreldrarnir? Já. Hvort að þeir eru örugglega náttúrulega misjafnt milli fjölskyldna, hvort að þetta eina barn sem beitir ofbeldinu sé kannski, þú veist, sér á parti í fjölskyldinu eða hvort að öll fjölskyldan sé að taka þátt í ofbeldinu. Er það eitthvað? Sko, þetta er náttúrulega svona talað að þetta er, þú veist, við höfum að tala uppáhaldsbarnið. Já. Það er mjög, og svo er eitt barn sem er svona blóraböggullin. Já. Þetta er mjög algengt inn í þessum munstrum. Þannig að þú veist, ég er búin að lesa mér svo mikið til að þegar ég heyri uppáhaldsbarni þá bara svona, þú veist, að hvaða leyti er það þá uppáhaldsbarni, skilur. Já. Og oft er þetta svona, foreldrar oft gefa, sko, þessi merki að þetta barn er minna virði. Það töluðu líka það þáttökundir að þú veist, þegar þau eru að tala um fjölskyldur, þá kemur oft svona í ljós að þau eru kannski 2-3 börn og þau eru búin að lýsa öllu börnunum sínum, kostu þeim og bara allt, skilur, og svo kemur eitt barn og þau eru erfitt með að sjá eitthvað jákvætt við þetta barn. Geta bara ekki svona við þá náttúrulega smitast. Það er bara, og þá er einhvern veginn búið að gefa leyfi, þú veist, og það er ómeðvitað. Og börn er aldrei sökina á þessu, þetta er eitthvað bara, svo líka bara svona, þú veist, það getur verið bara kannski bara eitthvað eitt ákveði í farið þessa barn sem að fyrir taugarnar á foreldrinu og þá er það kannski eitthvað sem foreldri hefur ekki sjálft, þú veist, það er kannski ólega glatt eða kröftugt eða bara hreinskilið eða eitthvað, skilur, og þetta bara fyrir taugarnar á foreldrinu og Þetta er náttúrulega ótrúlegt. Ég skynja það svolítið, þú náttúrulega talaðir við uppkomin börn sem höfðu lent í ofbeldi. Var það svona þinn hópur eins og þú talaði við eða? Nei, ég talaði við bara fagfólk sem er að starfsfólk. Já, einmitt, þú varst að einblína á fagfólk. Já, ég er að vinna bæði inn í barnaendaþjónustu og bara í félagsþjónustunni. Já. Og svona, þannig að það var svolítið fróðlegt líka að sjá þetta og þú veist, og þau töluðu öllum það að þetta væri svona,
bæði verið foreldrar hluti af vandanum. Þau eru bara ofta ekki dátt að sig. Hérna kannski liggur á bakvið bara brísum jafnvel eða en líka að foreldrar eru hluti á lausninni. Og það er að fá þau inn í skilja dýnamíkina, kenna þeim að vinna með hlutina. Og það rauninni, þetta er svolítið fjölskylduvinna, sko. Komið veg fyrir þetta, sko. Einmitt. Hérna er einhver kerfi, nú er þetta náttúrulega lítið þekkt á Íslandi, við höfum náttúrulega rætt það aðeins, en hérna er að vakna einhver meðvitund svona vinnu, til dæmis hjá félagsþjónustum eða... Nei, eða þeir eru ekki með sér, þú veist, í sofkerfinu sem er skilgreining á flokkunarkerfi í barnavernd. Það er ekki talað ofbeldi á milli systkina. Það er talað ofbeldi á nákomnum aðila. En samt er kerfið ætlastir takast á öllu ofbeldi, alveg saman hver beiti því. En ég held að það þurfa að koma sérstaklega inn bara systkina þegar ofbeldi á milli systkina. Og ekki bara þar, það er bara að koma inn í allt verklag. Það sem er verið að tala það, til þess að það bara opnist þessu augu, það verði, fagfólk verði bara meðvitaðara. Þú veist, ok, þetta er nú kannski ekki alveg eðlilegt. Þú veist, eins og einn þáttangandi sagði, þú veist, hún sagði ef við værum út á skólalóð og það voru bara svona 2 jafningjar skólasyskinni að berja hvort annað, þá myndum við stíga strax inn og slíta þau í sundur. En ef að systkinni var að rífast, þá var þetta bara svona hætti þessu, þú veist. Svona eins og hún orðaði að við höfum meiri tolerans fyrir því þegar systkinni er að berjast, sko. Já, einmitt. Og kannski upplifir fólk eins og það sé svolítið að stíga inn í einhverjar heimilisaðstöður eða eitthvað svoleiðis þegar það eru. Það er einmitt kemur fram í einni svona fræðiransókn að systkinofbeldi er eiginlega statt þar sem að fyrir einhverjum áratugum þegar, þú veist, það var talið vera engamál fjölskyldinu þó að væri verið að berja konun á heimilinu, sko. Þetta er ennþá svolítið statt þar. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega tegund af heimilisofbeldi þó að það sé náttúrulega. Já, en það er náttúrulega alltaf flókið að grípa inn í þegar að það eru einmitt börn að beita önnur börn ofbeldi. Já, og líka bara svona í gegnum lesturinn minn að bara koma alveg svona huglegingar, sko, sem voru tekuð við fagfólk erlendis. Þú veist, að börn geta ekki verið beitt ofbeldi. Þau geta ekki verið ofbeldisaðili. Nei, einmitt. En þú veist, ef við horfum á þannig er þá enginn sem verður fyrir ofbeldi, þú veist, þetta er svolítið, og það kannski heldur ekkit kannski vera að stimpla börn sem ofbeldisfólk. Nei, heldur eru þau samt að gera eitthvað ránt og það þarf að grípa inn í þess að leiðrétta hegðuna svo þau taka ekki bara áfram inn í lífið, sko. Algjörlega, sko. Þetta er bara svona, þetta er svolítið, þetta er tilfinningaþrungi að því við erum að tala börn. Við viljum ekki setja stimpil á börn. Þannig að þetta er svona akkurat. Já, en það er, eins og ég segi bara, það er bara samt mikilvægt að við horfumst í augu þetta, viðurkennum reynslu þessara barna og þeirra sem eru orðnir fullorðnir og reynum að koma í veg fyrir svona, skilur að því að, eitthvað stað þurfa að byrja, sko. Já, einmitt algjörlega. En er eitthvað að því að nú eru kannski, þekkjast kannski einhver svona ferli sem eru til varðandi bara þegar börn eru að beita önnur börn ofbeldi. Já. Það eru, veit ég einhver hjá Reykjavíkurborg til dæmis, einhver svona úrræði? Já, það bent alveg á úrræði, það er, þú veist, man ég ekki alveg hvað allir þessu úrræði heita, skilur sem að eru notuð í dag og það er þekktu til systkina ofbeldis sem að, en þá var þetta orðið mjög alvarlegt ofbeldi þar sem að hefði þurft jafnvel að aðskilja systkini, búa sikkur heimilunum, eru viku hjá sikkur í fólkinu og skiptast á, þannig að þau fá ekki að búa sama heimili, sko. Þannig þau eru að greina þegar ástandið eru mjög alvarlegt og þá er verið að nota svona
akkur er alveg dottið út mér hvað þessu úrræði heita, en ok, það kannski ekki aðalatrið, en þau eru svo sannarlega til, en það sem að mér fannst hún áberandi, úrræðin snú öllum þeim sem að beita ofbeldinu. Já. Það ekki einst mikið til úrræðum fyrir þá sem verða fyrir ofbeldinu. Nei, ok. Og það mjög áhugavert. Það mjög áhugavert. Því að einhvern veginn þá náttúrulega ætti að vera vinna á báðum endum. Já, en svo náttúrulega til aðstoð fyrir foreldra. Það til þar sem verið að hjálpa foreldrum að horfast í augu við sínar eigin gjörðir. Já. Þú veist, eitthvað í mínu viðbrögðum sem að leiðir til þess að ég geri ákveðna hluti og alls konar. Já. Svo náttúrulega koma sign og safety. Svona, og gera öryggisplön og annað sko. En það þarf náttúrulega fyrst að læra að skilgreina systkinaofbeldi, horfa á það svo það komist inn í kerfið. Og það var svona að því að þáttökurnu voru alla vilja gerð til þess að gera eitthvað í þessum málum. En eins og þú segir, við höfum enga þannilega verkferla og til þess að greina, þú veist, þennan andlega undirtón og andlega ofbeldið, þá þurfa þau oft að fara bara eftir eigin, þú veist, kemur bara svona eitthvað hugbúð. Hérna eitthvað. Svona skynja hvar vandinn liggur eða hvort það sé eitthvað aðtöðavert í gangi. Já. Þau eru ekki með neina svona verkferla eða viðmið eða neitt til þess að vinna eftir til þess að greina. Nei, og það náttúrulega svolítið, það vandi að hafa ekkert í höndunum. Já. Og þetta ekki svona einhvern veginn, að því að, þú veist, við getum ekki bara, fagfólk og félagsrákjar getum ekki bara unnið eins og dettur hug. Þau þurfa að fylgja lögum, reglum og öllum kenningarömmum og öllu þessu. Þú veist, það get ekki, á meðan þetta ekki inn í, þá bara svolítið erfitt að, En allavega sögðu þær eftir viðtalið að bara að hafa farið í viðtalið, opnaði fyrir eitthvað og sagði, við munum klárlega að fara núna í vinnun okkar með önnur augu. Við munum horfa betur í kringum okkur. Bara, þannig að þó að það væri bara svona lítið rannsókn, þá virtist að hafa allavega opnað þeirra augu að þetta væri eitthvað. Já, hvað sérðu fyrir þér eins og nú náttúrulega eins og þú segir, þetta hefur náttúrulega lítið verið rannsakað á Íslandi og lítið til af svona verkferlum til að fara eftir, en það þarf líklega að byrja einhvers staðar. Já. Hvar bara svo ég spyrji mjög erfiðar spurningar, hvar best að byrja? Hvað myndir þú svona sjá fyrir þér? Best að vera að byrja bara að tala við mig. Ég sérfræðingur nýs. Nei. En ég held bara fyrst þurfum við bara að byrja að skoða og taka þessi mál bara mjög alvarlega. Já. Bara kannski fræðsla eða hefur eitthvað verið að veita fræðslu? Ég? Já, eftir. Nei. Ég reynda bara, ég búin að halda smá hjá Barna- og fjölskyldustofu. Já, kynningu eða svoleiðis. Og það vakti alveg athygli og vakti svona til umhugsunar. En það þarf að gera meira en það. Já. Þannig að, núna þarf ég eiginlega bara að fara í herferð og kynna þetta. Einmitt. Bara gert á þrjóskunni. Já. En fælst þetta kannski í einhverju svona fræðslu til fagfólks þá innan barnaverndar og félagsþjónustu og kannski skóla? Já, og í skólana. Já. Og ekki síður í samfélagin. Vegna þess að við sem samfélag, við þurfum líka að hafa opin augu við þetta. Þú sér systkini vera að berja hvort annað, ætlar bara að samþykkja það. Skilurðu, ég ekki að segja að maður eigi strax að hoppa upp á nefsér og kalla systkinaofbeldi, að því eðli systkinaátök eru líka góð, þau þroska og efla seglu og
þessi samningstækni sem við þurfum að kunna í gegnum lífi og allt það, þetta gerist í gegnum systkinasamböndin, sko. Það er bara þegar þetta farið yfir þessi mörk sem þetta verður mjög skaðlegt og bara þessi rannsóknum hafa verið gerðar út í heimi sýna það að þetta er algengasta ofbeldið á milli barna. Bara 50% barna sem að verða fyrir systkinofbeldi. Og það er bara að við erum ekki að viðurkenna. Já, það er eiginlega bara frekar sláandi. Já, en allavega þurfum við að taka þetta bara mjög alvarlega og skoða aðstæður barnsins. Við þurfum að veita fjölskyldunni allri aðstóð, ekki bara taka barnið sem beitir ofbeldinu og gera það að einhverju sérstöku vandamáli innan fjölskyldunar, heldur þetta er fjölskyldu vandi. Þetta er ekki bara, þú veist, börn læra það sem fyrir þeim er haft. Þetta getur verið tengslavandi. Þú veist, ef þú tvorildur og þetta erfitt með að tengjast einu barninu, þá er alveg líklegt að svona gerist þar inni og það þarf að vinna þá með hennan tengslavanda. Það er eiginlega svoleiðis ég myndi, og ég er líka reyndar á því öllum barnaendamálum, það þarf að vinna þetta heildrænt. Þetta er fjölskyldan. Akkurat. Það þarf líka að virkja fjölskyldukerfið í kringum barnið, ekki bara mamma og pappa og systkini, heldur ömmur og afa og frændsystkini og þú veist, búa til svona öryggi fyrir barnið. Börn eiga að vera öryggin á heimilunum sínum, þau eiga að vera öryggi innan fólki sem elskar það, sko. Það er bara En nú hefur náttúrulega ýmislegt áunnist til dæmis í þó að maður myndi vilja sjá auðvitað meira í bara heimilisofbeldi almennt. Er einhver tæki sem að við getum nýtt okkur úr svona þeirri, úr þeim málum sem að getu nýst í svona vinnunum með þetta? Ég bara veit það ekki, sko. Þetta er svona... Ég held við þurfum að byrja að taka bara ofbeldi gagnvart börnum, bara miklu alvarlegra heldur en við gerum. Algjörlega. Bara hætt að vera einhverja lufsur í kringum það að sé vera að beita börn ofbeldi, bara tökum þetta fullu hörku, sko. Bara börnin eru framtíðin. Þau eru grunnurinn á góðu samfélagi. Þannig að ég bara... barnavendamál þetta er svolítið svona komar svolítið triggerandi bara að því við þurfum að gera svo miklu betur fyrir börn, sko, og bara öllu leiti, þannig að ég veit það eiginlega ekki, sko. En ég er samt sem áður talsmaður þess að við eigum að vera með fjölskyldu dómstól, sko, sem að tekur að málefnum, heilstætta málefnum fjölskylduna. Bara ekki bara senda þetta út í almenna kerfi og svo líða mánuðinur og ár og alltaf býður varnarlaust barn eftir einhverju hjálp, skilur og fjölskyldunar sem að þannig að þetta eru rosalega viðkvæm og erfið málefni og þarf að stíga inn í líka með varfærni því að þetta eru eiga börn í hlut. Það þarf að vera, hvað maður að segja, konsistent, svona, hvað íslensk orðið við það? Já, svona markviss. Það þarf að vera markvisst, en jafnvel, þú veist, er það sprengjusvæði og þú getur ekki lappað bara eins og fíll þarna, skilur. Börn hafa tilfinningar og foreldrar barnanna hafa tilfinningar og þú veist, það þarf að taka tillit svo marga þátta. En þetta þarf að vera markvisst, ekki bara svona, ok, núna erum við búin að gera þetta og málinu lokið, en fjölskyldan er samt ekki komin á neitt öruggt svæði, þannig að þetta er svona... Einmitt. Er eitthvað sem að löndin sem að þú ert búin að vera að skoða, er einhver kerfi þar sem að þú eða er einhver lönd sem við ættum að líta til sem eru að gera þetta vel, veistu það? Sko, það eru engin lönd að gera vel. Nei. Ekki
að því þetta er ekki orðið svona markvist, þetta er bara meira búið að vera rannsaka að þetta fyrirbæri vissulega til. En svo bara verið að nota þessar hefðbundnu aðferði sem eru til. Já. Þú veist, ég ekki alveg búin að átta mig á því hvort að þetta muni þurfi einhverju svona meiri sérvinnslur eða þú veist, eða hægt að nota kerfin sem til eru. Já, ég meina, farsæld barna óbúslega fallegt hugtak og svo vonandi mun takast vel, það bara ekki komið reynsla á það. Það til alls konar góð úrræði fyrir börn og fjölskyldur, en þau líka til mörg slæm, skilur þau. Þannig, ég ekki alveg búin að átta mig á því, svona, mun það þurfa meira sérhafingu eða getum við nota það sem til. Já. Svona, ég heldur komst langleiðina með að nota það sem fyrir Já. En við þurfum að setja systkini ofbeldi inn í textana. Við þurfum inn í orðaforðan. Við þurfum að tala þetta, við þurfum að fræða fólk sem vinnur með börnum hvað systkinaofbeldi hvernig lítur systkina birtingamyndið þess, afleiðingarnar, hvað til ráða. Já. En mér fannst reynda þáttekundir komið með rúslega góða hugmynd og þau töluðu svo mikið samt svona úrræðaleysi í kerfinu. Það úrræðaleysi, það vöntun á úrræðum, það langi biðlistar í úrræðin. Svo kannski komast þau í úrræðin og þá þau of dýr. Já. Þannig að þú veist, og fjölskyldur hafa gefnað þeim, þurfa að neita sér hjálpina og þá við að tala svona hjálp áður en að barnavernd þarf að grípa inn í. Þú veist að því fjölskyldur skynja þó oft að eitthvað að og vilja leita sér aðstoðar án þess að orðið á barnavendamáli eða eitthvað stórvandamál. Þannig að það komið með þess að góða hugmynd, þannig svona fyrirmynd Bjarkarhlíðar, það því búið til svona fjölskyldu hlíð. Bara það sem fjölskyldur geta mætt og unni með sín mál þar. Sem myndi vera þeim að kostnaðarlausu. Það náttúrulega algjört skilyrði. Já, mér fannst það svo briljant hugmynd hjá þeim. Já, einmitt. Þannig að þú veist, þær voru ekki bara að horfa í kerfin sem voru til staðar, heldur hugsaðar út fyrir bóksið og já, mér fannst það briljant hugmynd, sko. Já, einmitt. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem væri bráðinu sennilega að hafa. Já, algjörlega. Það getur komið upp alls konar átök innan fjölskyldna, þó það sé ekki beint ofbeldi, þá getur það líka verið bara til að leysa vanda áður en kannski hann verður mjög alvarlegur. Já, bara samskiptavandi eða þú veist, hvað sem það bara þú skynjir, bara eitthvað skrítið og ég vil bara vinna með fjölskyldunum mína og koma okkur á betri stað. Já, einmitt. Og þetta þá líka, það náttúrulega yfirleitt líklega skólinn sem að svolítið kannski sem að svona til að spotta vandan eða hvað. Já. Þau sjá svona hegðunarmynstur kannski utan heimilisins. Já. Skólinn svona yfirleitt þar sem að vandin spottaður. Já. En þetta samt ekki þannig að skólinn segi, heyrðu, bara systkinaofbeldi. Nei, það ekki þannig. Heldur bara barn í skóla sem að líður mjög illa. Það eitthvað bara, það óöruggt, það jafnvel að sína áfalleinkenni. Þú veist, getur ekki farið í skólan nema að vera með öryggisteppið, þú veist, hvort sem er bánsi eða eitthvað annað. Það sýnir jafnvel bara hræðslumerki annað sem að skóli leitar þá til barnaverndar-þjónustu. Og þá svona kannski kemur upp í vinnslunni að barnið bara rættu systkini sitt. En það en eins og ég segi, það hefur kannski verið að greina það þá bara á mjög alvarlegum stigum. Já, veistu eitthvað bara, nú fyrir kannski að slíta þessu bráðum, en veistu hvort að þetta gerist helst í stórum eða litlum systkinahópum eða vitum við eitthvað það? Hvort að... Nei, það ekki...
bara allur gangur. Allan ef ég ekki rekist á það í mínir rannsóknarleit, talað systkina fjölda og þetta bara mjög fjölbreytt. Þetta alveg jafn líklegt inn í mjög efnuðum fjölskyldum og mjög menntuðum fjölskyldum eins og hinum einn. Og meira þess að ef ég man rétt á hann og talaði með einn í rannsókn, það væri mjög algengt hjá vel menntuðum foreldrum. Já. Það áhugavert. Já, og hvort að það, þú veist, svo var bara ekkert meira það, skilur, svo var þetta kannski ekki alveg upplýsingar en ég var að leita að, þannig ég fór ekki að kafa vonja. En mann datt kannski huga þar, lægi kannski, þú veist, mikil menntun, mikil vinna, mikil fjárvera. Já, fjárvera heimilinu og svona, já. Það var svona kveikt einhver svoleiðis hugrenningatengst, sko. En þetta gerist í öllum fjölskyldum, þetta ekki... Einmitt, ofbeldi getur gerst allstaðar í öllum stigum samfélagsins, eins og við vitum. Já, það bara svoleiðis, sko. Já, einmitt. En ég bara hlakka til að fylgjast með framhaldinu, þó þetta sé vissulega ömurlegt mál, þá þurfum við úrræði og einhvers staðar verðum við að byrja eins og segir. Já. Og ég ætla bara að hvetja fólk til að setja sig í samband við þig. Hvar getur það náð í þig? Bara inn á Facebookin mín gegnum Messenger eða... Þórdís Bjarleifsdóttir, þú átt ekki margar alnöfnur eða nokkuð? Nei, ég eina Þórdís Bjarleifsdóttir. Þannig að ég held að það sé bara svona, ég kannski ekki fara að gefa of persónulega upplýsingar hér. Nei, ég ekki að biðja heimilisfang og síma, sko. Nei, þannig að fólk getur haft sambandum með þar og þetta er bara mjög gaman að heyri ykkurum, því ég held ég mun ekki geta numið staðar hér. Nei, þó svo kannski að búið gera rannsóknir kannski ekki alveg að skemmtilegasta en árangurinn er alltaf góður og þannig að ég held ég nefn ekki alveg staðar hér, tek mér smá hvíld og svo mun ég fara að rannsaka eitthvað meira og fræða meira. Verður það doktorsverkefni kannski? Hver veit Laufey? Við bara fylgjum spennt með. Já. Heyrðu, bara Þórdís Bjarleifsdóttir, ég bara þakka þér innilega fyrir að leiða okkur aðeins inn í þetta viðfangsefni. Bara takk kærlega fyrir að bjóða mér. Bara takk sem leiðis. Og við sjáumst hér aftur eftir örstutt hlé. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.